heiti Ingunn. Ég heiti Rósa. Og ég heiti Ása. Og við erum í öðrum F. Og við erum að gera lokaverkefni í sögu hjá honum Brynjar Karl Óttarsyni. Og við ætlum að tala smá Berkla. Og ég hérna búin að skrifa nokkrar spurningar sem ég vil spyrja þær. Eru þið tilbúnar? Já. Stelpur, hvað eru berklar? Berklar smitsjúkdómur sem að berast á milli manna öndunarfæri. Það bara baktería sem var rosa bara, þú veist, var að breiðast út allt landi bara ekki 1910 minni mig eitthvað byrjar, ég held að var þá eða þá kom allan á fyrsta hælishúsið á Íslandi og til svona 1960 var að mest af berklum og við held ég bara fyrir að tala það bara, hvað þetta var mikið. En vitið hvernig smitast sjúkdómurinn? Hann smitast á millimanna með bara svona hósta eða handlagi, bara einhver snertingu, bara svona eins og í COVID. Já. Fólk var bara svona... Þannig það líkist kannski bara eins og COVID. Já, eiginlega. Það var náttúrulega minna skiluru svona bóluefni og svona einhverjum forvörnum, þannig það var breiðast ógeðslega hratt, skiluru. Þess vegna var fólk svona veikt, af því að minna heilbrigðiskerfi En vitið, hvar var sjúkdómurinn mest að hreiðra sig Sko, það var lungunum, en það líka, þú veist, hann var alveg líka í beinum, miðtaugakerfum, nýrum, en algengast í lungum. Já, vá. En seinasta spurningin. Vitið þið hvað helstu einkennin voru? Það var náttúrulega bara hósti og kvef, þetta var bara svolítið líkt svona venjulegri flensu, bara svona hósti, kvef, höfuðverkur, hiti. En þú varst bara dálítið að hósta, bara þau sem eru með berkla hósta bara ógeðslega mikið og þú veist, ef þú varst að hósta blóði þá bara var eiginlega bara að vita að þú varst að bara deyja. Vá. En svo var þetta líka náttúrulega bara mjög misjætt eftir fólki, bara hversu mikið veikt það var. Já, það er mjög misjætt. Og voru margir sem dóu af þessum sjúkdómi? Já, sko frá allan að hælinu og Kristneshæli sem ég held að flesti vita hvað Já, það ekki. Já, ég held það. Og já, það var frá 1927 til 1960, það útskrifuðust held ég 1669 manns. Já, 669 manns og síðan dóu 354 manns frá þessum tíma. En síðan fyrir bara á landinu þá dóu fleiri en á Kristneshæli þá dóu En stelpur, vitið eitthvað hvernig voru að reyna að lækna þennan sjúkdóm áður en þessi lyf komu? Já, það voru 3 leiðir til þess sem voru notaðar áður en lyfin komu og fyrsta hét blásning og það var blásið í lungun og látið svona falla saman og það þurfti stundum að endurtaka það. Og svo var númer 2, það var brennslan og þá voru samvextir frá lungunum og í brjóst voru sem sagt brend með svona rafmagns brennslu. Það svakalegt. Og svo númer 3, það var höggning. Já, það voru rifbeinin fjarlægð og lungun fjallu saman og voru bara að eilífu, bara saman. Og það var eiginlega að fara í högninguna númer 3, þú veist, ef blásning og brennsla var ekki nóg mikið virka. Já, þá var bara tekið rifbeinin í endan. Og þetta var bara permanent, þetta var bara að eilífu. Vá, það er alveg hræðilegt. Já, sjúklingar breyttust oft og stundum fengu svona hryggskekkju og svona brjóska sem var svona inn að því hann vantaði bara rifbein. Já. En Helga Rósa, þú varst áðan eitthvað smá að tala Kristneshæli. Veistu eitthvað meira þann stað? Nei, reyndar ekki. Eigum við ekki bara að kíkja á hana? Já, er það ekki svo? Eigum við ekki bara að fara? Já. Let's go. Við erum komin hérna á hælið og ég er með hælistýruna og við ætlum að taka smá viðtal við hana. Og já, bara af hverju ákvaðst þú að setja upp safn Berkla? Sko, þetta kom nú kannski bara svona algjörlega af tilviljun til mín. Ég var ég fædd á uppalinn Reykjum, rétt hjá. Já.
og Kristnes bara mitt svona æsku leiksvæði Já. og ég hafði heyrt af því og séð það sjálf að hér voru hlutinni svolítið að drabbast niður, húsin að skella í lás, óíbúður hæf og ég heimsótti foreldra mína hérna 2015 og rölti hérna og bara akkur gerir ekki einhver eitthvað fyrir þessu hús og svo bara, veitum við, akkur gerir ég það ekki bara. Ég fullorðin, ég get gert eitthvað og sko svo fór hugmyndin bara einhvern veginn á stað og lét mig ekki í friði og mér fannst einhvern veginn eðlilegt að gera eitthvað svona sem tengdist sögu staðarins og mér fannst berklarnir svo eitthvað heillandi, ég vissi ekki neitt Berkla en þegar ég fór að þess að kafa ofan í þetta þá sá ég bara að þarna var alveg fullt af stöffi sem að hafði einhvern veginn aldrei verið fjallað og mér fannst þetta alveg stórmerkilegt pínu skeri en líka bara rosa merkilegt. En þá þetta hús var ekkert inn í þessu? Nei, þetta var bara íbúðarhús sem var bara skollið í lás af því að það var ekki fjármagn til að viðhalda því eða endurbæta það og já, þetta stóð bara tómt. Já, ok. Þú ert náttúrulega upp á línuna. Var einhver í fjölskyldu þinni sem að fekk berkla? Sko merkilegt, þetta náttúrulega vissi ég ekki. Fyrir en ég fór að grafa í þessu, þá kom í ljós að afi minn, hann hafði fengið berkla í Olnboga sem barn. Það var aldrei búið að segja mér þetta. Og að þetta taka, læknarnir vildu taka handlegginn af öxl, en langamma sagði bara nei, kemur ekki til greina. Og hann fekk að halda handleggnum, var með hann sko svolítið visinn, ég vissi þetta samt ekki, því hann gæti alveg kennt þýsku í MR, hann gæti bara ekki þegið sér sjálfur hárið. Nei, hann var svo slappur í handleggnum. Þess vegna þóði ammónum alltaf hárið og ég sem held að hún væri bara svona ástfangin. Já, ok. Getur þú kannski labbað henni og sýnda okkur aðeins Já, það var að labba af stað. Bjössi Sör, hvað lendi hann eiginlega í? Hann lendi í því að hann var hogginn, eins og svo margir, nema, og þetta var þannig sko að það var deyft hérna, en deyfingin var gölluð, þannig að hann deyfðist ekki neitt. Svo byrjaði læknirinn að skera hann, Guðmundur Karl byrjaði að skera hann, þá byrjaði Bjössi bara að öskra. Af því að hann var ekkert deyfður. Í staðinn fyrir að hætta, þá bara hertuðu leðurrólarnar sem hann var bundinn með og fjarlægðu 2 rif úr honum ódeyfðum. Þannig að hann var bara fann fyrir öllu og þá var hann alveg, segir hann sjálfur, að bara deyja úr sársauka og hann hugsaði, ég vissi ekki að deyja úr sársauka. En þá segir læknirinn, heyrðu, við skulum bara stoppa, við skulum loka honum og klára eftir 2 vikur og Bjössi spurði bara, hvernig dettur þér í hug koma aftur? Já, kannski tekst það næst, sagði hann. Bjössi kom aftur og það tókst næst. Þá spjölluðu bara heim og geima meðan hann tók heim 3 rifbeinin og hér eru öll rifbeinin Bjössa. Já, hún Hilla elskaði hann hvert bein og geimdi hann alltaf í sokabústingas. Þannig að hann var bara 2 vikur, ekki með 2, þú veist, var það ekki bara verra? Það verður ekki með 2 í staðan fyrir engin? Já, sko, það skipti ekki máli hvort það var tekið 1, 2, 3 eða 4, en það var bara að það fór eftir hvað þurfti að fjarlægja mikið af lunganu, hvað var mörg rifbein tekin. Sumir mistu 9 rifbein. Hann misti bara 5, en það átti að taka þetta, ég heldur hef ætlað að taka öll 5 í fyrsta holli, en af því að þetta mistókst, þá gerði þetta 2 holli. María Pálsdóttir talaði við Brynjar, hann gaf henni fullt af upplýsingum sem nýttist henni og hjálpaði henni að setja upp safnið. Hún fékk mikla hjálp frá öðru fólki. Ólafur Ragnar Grímsson gaf henni 2 milljónir til að hjálpa henni með hugmyndina. Þegar sé Maríu gat Ólafur lesið bréf frá mömmu sinni og hann skrifaði bók og annar kafli bókarinnar heitir María og fjallar hvernig hún hjálpaði honum.